Ég hef starfað við ráðgjöf og kennslu í heimilisfjármálum og persónulegum fjármálum árabil og stofnað 3 fjártæknifyrirtæki. Þannig að heimilisfjármál eru mér hjartans mál og mig langar að tala um fjárhagslega heilsu. Ég stundum spurður á því hvað er fjárhagsleg heilsa. Og þá nefni ég nokkra hluti. Í fyrsta lagi grunnskilningur. Maður þarf að hafa grunnskilning á fjármálahugtökum í okkar hagkerfi og vita hvað vextir og verðbólga og svo framvegis eru. Í öðru lagi að hafa yfirsýn. Maður þarf að skilja hvað lífið kostar og hvað maður meiri tekjur og gjöld og hvert peningarnir fara. Í þriðja lagi að hafa áætlun. Vera með einhver markmið að bæta sína fjárhagslegu heilsu og hvernig á að komast þangað. Í fjórða lagi hegðun og það er langt mikilvægast. Það er ekki nóg að vera með áætlun að mæta 3 sinnum í viku í ræktina og taka 120 í bekk ef maður svo mætir aldrei. Hegðunin er það sem skiptir langmestu máli. En svo snýst þetta líka að líða vel með fjármálin. Það er til fullt af fólki sem er kannski með frábæran líkama en líður samt ekki vel með hann. Þannig að maður þarf að upplifa sig að maður hafi stjórn á fjármálunum. Og að lokum vil ég nefna að fjárhagsleg heilsa er mjög persónuleg fyrir hvern og einn. Það er ekki það sama fyrir alla. Fyrir mig til dæmis sem á 4 stráka skiptir mér miklu máli að vera þeim góð fyrirmynd. Líka sem tæknifrumkvöld skiptir mér máli að geta stofnað fyrirtæki og kannski þola launaleysi í einhverja mánuði meðan ég er að byggja upp fyrirtækin á fyrstu skrefunum. Og við uppbyggingu Spesíu þá höfum við haft alla þessa þætti í huga og viljum hjálpa þér að bæta þína fjárhagslegu heilsu. Ég hef starfað við ráðgjöf og kennslu í heimilisfjármálum og persónulegum fjármálum árabil og stofnað 3 fjártæknifyrirtæki. Þannig að heimilisfjármál eru mér hjartans mál og mig langar að tala um fjárhagslega heilsu. Ég stundum spurður á því hvað er fjárhagsleg heilsa. Og þá nefni ég nokkra hluti. Í fyrsta lagi grunnskilningur. Maður þarf að hafa grunnskilning á fjármálahugtökum í okkar hagkerfi og vita hvað vextir og verðbólga og svo framvegis eru. Í öðru lagi að hafa yfirsýn. Maður þarf að skilja hvað lífið kostar og hvað maður meiri tekjur og gjöld og hvert peningarnir fara. Í þriðja lagi að hafa áætlun. Vera með einhver markmið að bæta sína fjárhagslegu heilsu og hvernig á að komast þangað. Í fjórða lagi hegðun og það er langt mikilvægast. Það er ekki nóg að vera með áætlun að mæta 3 sinnum í viku í ræktina og taka 120 í bekk ef maður svo mætir aldrei. Hegðunin er það sem skiptir langmestu máli. En svo snýst þetta líka að líða vel með fjármálin. Það er til fullt af fólki sem er kannski með frábæran líkama en líður samt ekki vel með hann. Þannig að maður þarf að upplifa sig að maður hafi stjórn á fjármálunum. Og að lokum vil ég nefna að fjárhagsleg heilsa er mjög persónuleg fyrir hvern og einn. Það er ekki það sama fyrir alla. Fyrir mig til dæmis sem á 4 stráka skiptir mér miklu máli að vera þeim góð fyrirmynd. Líka sem tæknifrumkvöld skiptir mér máli að geta stofnað fyrirtæki og kannski þola launaleysi í einhverja mánuði meðan ég er að byggja upp fyrirtækin á fyrstu skrefunum. Og við uppbyggingu Spesíu þá höfum við haft alla þessa þætti í huga og viljum hjálpa þér að bæta þína fjárhagslegu heilsu.